Komið sæl og verið velkomin í kaffispjallið. Til mín komin Kristján Schram. Vertu velkomin, Kristján. Takk. Við ætlum að rýna aðeins í fréttir liðina viku. IKEA hefur ákveðið að hætta að gefa út vinsælan vörulista sem hefur verið gefin út í 70 ár, það ekki? 70 ár held ég bara akkurat. Við ætlum aðeins að pæla í þessu. Já. Þú ert mikill markaðsmaður, hókinar reynslu. Hókinar reynslu, á okkur leiti. Hvað eigum við nú að lesa í þetta? Ég held að þetta kemur svona ekkert óvart og maður svona kannski hissa að það skulle ekki hafa gert það fyrr einhverju leiti en það eru margar hliðir samt á þessu máli og þetta er svona áhugavert mál bæði líka hvernig það var tilkynnt, hvernig sögðu frá sig, út af hverju þeir eru að gera þetta og svona hvað þeir gerir í staðinn og líka hvað þeir eru að missa. Það er líka áhugavert svona hvað þeir eru að missa út í því að við komum kannski í það hættin en það eru ýmsar þarna hliðir á þessu en aftur bara, ég kannski hissa á því að það skulle ekki hafa kannski gert það fyrir, það gert þetta kannski hans hægar, kannski gert þetta í einhverju þrepum, en náttúrulega samband okkur Íslendinga við þennan bækling náttúrulega kannski líka mjög sérstakt, og ég held að ég var að reyna að leita að þessu, en ég held að sé ekki mörg í lönd í heiminum sem að það er sendt í hvert einasta hús. Þetta er vanlega eins og þetta virkar erlendis, kannski ekki endla í Svíþjóð, ég þekki það kannski, en í flestu löndum, allavega stórlöndunum, þá fólk skráðu sig á einhvern lista. Þú fær bæklingið á tvennum hátt. Fær henni þegar þú kemur í IKEA, þá getur þú tekið hann og haft með þér heim, eða þá þú skráðu bara einhvern lista og fær hann að senda í pósti heim til þín, bara með þá á nafn. En það er svona hvergi held í heiminum að við fáum stöðum sem þá bara svona massív dreifing á þessu eins og hérna í Íslandi. Og raunir þóttu úr að biðja en eða ekki. En heldur svona samband Íslinga út af því svona aðeins öðruvísi, eins og svo margt annað, aðeins öðruvísi við hennar bækling, heldur en í öðrum löndum. Þetta svona minnir mig kannski svolítið á eins og Prince Polo eða Macintoshið. Það er svona sterkar tilfinningar. Já, Íslendingar sko taka einhver ástfóstri við einhver svona erlend vörumerki og svona bjagar kannski svona einhverja kúrfu sem hjá í einhverju skrifstofum, aðalskrifstofum í Stokkólmi eða í London eða í Pólandi með Prince Polo. En þá erum við miklu meiri held ég tengdari og þetta er miklu meiri sjokk held ég fyrir okkur. Heldur en fyrir fólk út í heimi, heldur svona flestir í Englandi eða Bandaríkjunum eða einhverjum öðrum löndum svona þetta er ekkert svo sem mál, ég fer bara IKEA eða fyrir á neti, Þeir eru bara carry on. Já, bara carry on, en Íslendingar bara held ég aðeins meiri svona einhverja tilfinningar og þeir töluðu svolítið það, þetta er tilfinningulega en líka svona rational, svona maður slettur ákvörðun hjá IKEA. Og auðvitað náttúrulega kannski kemur inn í þetta þeir eru að horfa náttúrulega það breytingar á bara neyslumynstri og kauphegðun að fólk að kaupa miklu meira gegnum netið og þeir töluðu það að það búið miklu aukning á kaupum gegnum netið hjá bara síðustu ár sem kemur ekkert óvart. Og það sem gerst náttúrulega í þessu COVID-tími og það náttúrulega það sem þetta leiði til þegar kemur eitthvað svona svakaleg utan að koma til breyting á lífið okkar og má vera kallað bara svona stökkbreyting. Allt í einu þurfum við bara að fara að hætta að fara í verslanir nokkurn veginn og versla miklu meira í netinu og við erum bara neytt til þess. Og það svona að vera mjög áherslu mitt að rannsaka þetta svona næsta ár, bara hvað kom út úr þessu, hvaða svona raunverulega áhrif hefur þetta út í þarna maður bara neyddur til þess að kaupa hluti sem maður aldrei keypt áður. Og ég var ekki náttúrulega mikið svona netkaupsmaður áður og ég búinn að kaupa uppþvottavél á netinu núna og kaupa mat og svona alls konar hluti sem ég bara aldrei pælt í. Ég vil varlega geta svona snert hlutina og svona pælt en síðan maður ég kaupa þá, en ég bara geta ekki lengur. Og það er þessi stökkbreyting og ég kæði náttúrulega bara að sjá það sama. Að fólk getur kaupt rúm eða snaga eða blóm eða hvað sem bara gegnum netið og þeir eru að sjá það að fólk þarf ekki til að koma í þessu stóru flottu verslanir til þess að gera það. Og kannski að sjá svona svolítið tækifæri til þess að þetta er kannski líka góð tími til þess að kannski að minnka einhvern kostnað eða breyta því hvernig við vinnum sem fyrirtæki og það er mjög áhugavert og ég held að það en samt sem enn og aftur kannski maður hefði kannski haldið að þetta hefði komið þess fyrr en kannski öllum þessu breytingum á COVID og svoleiðis
þá það kannski að sjá, þetta er tíminn og fólk mun taka þessu svona freka vel, nema kannski í Íslandi og þarna verði eitthvað svona outlier, svona lönd sem að kannski sem skiptir aðeins meira máli. Og þetta er skýringin þeirra. Við erum að sjá það að það mikil aukning í netsölu, þurfum ekki þessu backlingi lengur, fólk getur séð þetta allt saman á netinu. Þeir eru samt að hætta við backlingin á netinu líka, þannig að maður getur ekki flett þessu backling, þannig bara alveg að hætta við backlingin. Þetta svo áhugavert. Sem svolítið svona stórt mál. Já. Sko, tekur einhverja 9 mánuði búið til, ég sá heimildaþátt þetta er rosalegt. Ég man ekki hvað stuðið sá þetta. Það var eitthvað Discovery eitthvað, það var mikil heimildaþáttaröð IKEA. Og hvernig vörur verið til og margir þættir og backlingin og þetta eru 9 mánuðir og 280 manns að þeir eru með stærsta ljósmyndastúdíó í Evrópu það er búið til að backling, þetta er svakalegt production og þannig að þarna kannski svona eitthvað leik á borðið við að kannski minnka eitthvað kostnað en það sem mér þótti samt áhugavert við þetta alls saman svona í svona útskýringum að það var hvergi talað umhverfismál. Já, ég fann mjög lítið það. Já, sem að komið svona aðeins óvart og það er svona kannski svona einu stóru svona vera samfélagslega þengjandi og corporate social responsibility og svoleiðis sem að slettir hans og einsku. Gæti það gefið til kynna að þeir séu þráttur allt með einhver útgáfuplön? En kannski bara eitthvað annað. Það er bara ekki komið fram allavega. En þeir töluðu bara svolítið þetta bara að kauphegðun, heyrslumynstur og allt það breytast og svo náttúrulega aldamótakynslóðin vera stærri og þeir farin að eiga börn og þeir bara, þau vilja vera þarna og þannig að þeir sjá það að þeir erum að byrja á einhverju sem allir að fara í hvað sem en svona umhverfismál því að IKEA mjög umhverfislega þengjandi og hafa verið það lengi og það alls konar svona máltengt því en maður hefur svona haldið allavega og þetta eru svaka, við talum 40 miljón stykki í raun og veru núna, þau voru í 200 miljón stykki í þessu backlingum þannig að við komin í 40 milljónir og svo bara postbúrugjöld og flutningar og bara og alls konar mál sem tengist umhverfismálum en þeir notuðu þetta ekki, það allavega í þessu fréttatilkynningu var allavega ekki fjallað um það sem var svona kemur maður aðeins orðið þegar maður haldið að það var kannski eitthvað svona tækifæri til þess að fá eitthvað svona einhverja plúsa í kladdan fyrir það líka. Ég held ég viti af hverju en þeir hafa tengt útgáfu backlingsins síðustu ár við þeirra framlag til stækkun nytjaskóga í Evrópu. Þannig að það er svolítið erfitt að bakka með það. Þannig að þeir eru að planta þá fyrir backlingur að planta einu tré. Já, þannig að það er kannski erfitt að bakka og gefa út yfirlýsingar sem þvert á það sem fortíðin sýnir. En hvað bransin að breytast hratt og það er alltaf hraðast út af COVID-19. Heldur betur. Hvað sér þú fyrir þér í svona útgáfu markaðsefni? Hvað eru að fara að horfa á? Ertu farin að sjá myndina? Sko, það er ekki svolítið eitt af því sem að ég kannski hefur verið einhver umræða væntanlega innan IKEA fyrir aftur að tengja það spurningu sem backlingi. Það er væntanlega einhver umræða innan IKEA að hvað erum við að missa? Þarna erum við að senda inn 40 mína backlinginu heimilið, fólk að lesa þessa backlingu, að fletta backlinginu, að skilja eftir á kaffiborðinu heima á sér og maður þekkir bara sjálfur, þetta er svona einn af þess að fá backlingu sem maður ekki að henda. Maður hendur ekkert fyrsta lagi, það er svo massífur, maður bara hefur ekki geði í sér alveg að henda honum strax, maður ekkert með bara að kemur svona eitthvað svona, maður svona þurfa að fletta honum út í það búið að leggja svo mikið í þetta og saga niður svo mörg tré eitthvað með, maður bara hefur ekki bara í sér eitthvað með að henda þessu. En ég held að það sé alltaf bara svona plutu af því sem að einhver annar í bylgju því miður, einhver ákveðnu leyti að fyrirtæki að minnka þetta mikið, heima með fimmið eftir heima, að allar ferðaskrifstofur eru hættar að gefa út backlinga. Það var svona stóra alltaf á haustin og vorin var svona stóri ferðaskrifstofur backlingar. Þeir hætti Tiger sem gaf út frábæra backlinga. Auður Harald skrifaði textana og maður svona bara las hvern einasta backling frá Tiger, þeir eru hættar að gefa út backlinga. Og með sér Geysir gaf út mjög flotta vandalega tímaritin sem eru bara backlingar en svona dulbúnir sem tímarit og bara mjög
vel heppnaðir og gerði það í nokkur ár. Kannski út á COVID, kannski hefur ekki komið út í ár og þeir eru eitthvað að fækka verslunum og út líka fækna ferðamanna. Þannig að það hefur kannski einhver áhrif. En ég held að þetta hefur samt, ég held að svolítið svona að mynstrið svolítið þetta. Og ég held líka það núna eftir þessu ef IKEA hætt við bæklinginu þá munir bara svona önnur fyrirtæki hættu við líka. En ég held samt sem áður að þeir eru að missa svolítið bara svona tilfengileg tengsl við fólk. Þeir eru að missa svolítið bara það að vörumerki situr heima hjá fólki á kaffiborðinu og fólk að fletta vörun þeirra og að svona, þannig þeir eru missa það og það óbærslega sem markaðsmaður, þá held ég að það sé alveg óbærslega dýrmætt og þú kaupir ekkert svoleiðis og þú byggir ekkert svoleiðis upp á einhverjum 1, 2, 3, 4 árum við Stík alveg búin að gera þetta í 70 ár og IKEA búin að vera í Íslandi held ég einhver 40 ár eitthvað leys og þannig þetta svona eitthvað svona sem að þeir eru bara búin að giska einni nóttu og það er svolítið þetta, ég hef alltaf haldið að umræðan eitthvað hætta við þetta ekki, hvernig það tengist tæknið ekki og hvað er fólk að gera á netinu og allt þetta og COVID þá held ég að ef þú getur einhvern veginn sýnt fram að markaðs peningarnir eru farið það að búa til einhverja tilfengilega tengingu sem ég held að IKEA að gera með þessu bæklingi og aðrir svona bæklingar geta gert þá þú setur ekkert einhverja ákveðna krónutölu á það og þú getur ekkert það er bara ekki hægt að reikna út að fólk að rífa út úr bæklingnum og bara núna í síðasta bæklingi við hjónin, við erum að versla eitthvað að beita semilinu og við vorum að rífa út svona dót, eitthvað hugmyndir og það er ennþá til einhvers þar heima í einhver skuffum útrýður úr IKEA bæklingi og það er þessi svakalega sko svona tölum þetta svolítið sem svona hálfgert lím svona eitthvað svona einhverja teygjur svona að þetta sem lifir lengi það eitthvað vist bara eitthvað svona að fara einhverja skynduhugmynd fyrir á netið skoðar eitthvað á netinu hjá einhverju fyrirtæki og svo það bara fyrir með að skoða MBL bara beint og eftir þannig að maður búin að gleyma það en maður var að skoða hlutóttavélina sem maður var að skoða í Ormsson eða eitthvað svoleiðis skilur við maður gleymi því strax en þarna ég bara eitthvað allt annað í gangi og sem að prenti gefur og eitthvað svona eigulegt og eitthvað svona hluti sem maður getur snert og getur líka síðan gengið inn í einhver ákveðna verslun það er talað svona brick og mortar og allt svoleiðis að fyrirtæki er að þeir sem fóru í gegnum bylgjuna lokuðu búðum þeir farin að opna búður aftur til þess að fólk vill þetta það er einhver svona þörf og eitthvað svona ákveðið svona tjáningaform að fyrirheldi fólki geta labbað einhverja búðu og snert og pælt og veita að það er eitthvað til þarna sem að maður þarf ekki bara að horfa á eitthvað tölvuskjá að maður getur labbað inn í eitthvað, sest í eitthvað sofa eða haldið á einhverjum hlut, sett hann aftur upp í hillu og geta lands að pæla í þessu og fer svo heim eitthvað að pæla í þessu og veist það get farið á morgun og snert hann aftur og kannski labbað með einhver kassa og tala við einhverja menneski og spurt spurningar í staðan fyrir að fara í eitthvað svona Facebook einhver bot og vera að tala um einhverja tölvu það ég held að ég held að við erum ekki endilega komin á þann stað að okkur illa við það og ég held að það mun alltaf vonandi í þó nokkuð tími viðbót það með það sem held ég að ég mun alltaf segja konunni mínum að ef þið eru með einhver svoleiðis samskipti við kuna þetta er eitthvað sem þeir þurfa svolítið að reyna að halda í eins lengi og þau geta þannig ég held að þetta hefur verið mjög erfið svona raun og veru ég vona allavega að þetta hefur verið erfið ákvörðun hún er skiljanleg hjá IKEA að gera þetta en ég held því miður að svona upp á prent og prentsmiður og prenthönnun og að svoleiðis að þetta er svolítið svona ég held við séum ekkert að þetta sem muni ekkert hætta þarna endilega ég held að þetta muni en ég held að þetta muni bara breytast og ég held að það sé og þróast meiri gæði, minna magn já, alveg hugsanlega IKEA er ekkert að hætta við að búa til bæklinga þeir ætla að búa til bara svona sérhannaða eldhúsbækling eða sumar húsgagnabækling og svoleiðis þannig þið vita það alveg að þetta er svona hlýtar að virka á einhvern hátt þá fyrir mann að grunna að geta líka bara tengst vörustjórnum já, geta alveg verið dreifa þunganum en svo held ég líka bara að vita það þeir eru með einhverja tengingu fólk og þeir veit bara þeir geta ekki klifta á tenginguna það er svolítið þannig en
Þetta já, ég Heldur að þeir hætti við? Ég held að með það gefa út þessu litlu bæklinga, þá geta það alltaf hætt við, sko. Ef þeir vilja. Og kannski verður einhver svona, veist, þau búin ekki þessi 70 ár, kannski þeir komið þér 80 ár, kannski búið til, sko, eitthvað svona 80 ára bækling og gerir kannski, veist, þegar Ingvar Karlsson, heitir hann það ekki, sem stofnaði þetta, hann er orðinn, þetta sé dáið núna, þegar hann er sko 150 ár frá þegar hann stofnaði þetta, eitthvað 100 ár eða þá eru gefið út einhver fleiri bæklingar, þannig þeim geta alltaf notað þetta sem einhver tól. En ég held að við erum að sjá kannski á einhvern hátt svona einhvern risa sem er að breyta hegðun og ekkert endilega er að komast eitthvað annað stig í markaðsmálunum sínum. Ég held að það getur verið svolítið þannig. Risi sem að ríður á vaðið og breytir hegðun. Við þökkum Kristjáni fyrir komuna til okkar í kaffispjallið. Takk fyrir.